Forsætisráðherra segir ekki ákjósanlegt að einn ráðherra gegni 3 ráðherraembættum samtímis. Hún segir ráðherramál skýrast á allra næstu dögum. Ríkisráð kom saman á Bessastöðum í dag. Rússnesk stjórnvöld ætla að herða afstöðu sína til viðræðna stríðslok í Úkraínu. Þau saka Úkraínumenn árás á heimili Pútíns. Zelenský segir ásakanirnar fyrirslátt. Hótelstjórar segja vetrarbókanir ferðamanna hafa dregist saman í fyrsta sinn í mörg ár. Þeir hvetja til þess að meira fé verði varið í landkynningu. Maður ársins hefur fundið 600 týnd börn á síðustu 10 árum. Hann segir þau flest eiga það sammerkt að hafa orðið fyrir áföllum og eða tengslarofi. Eða til dæmis það brotið á barni eða einstakling og hann getur ekki sagt neinu frá því, talað það við neitt. Þá grefur sig svona nullungur í hjartanu og það getur endað illa. Flugeldar geta valdið gæludýrum mikilli vanlíðan og hræðslu sem getur fylgt þeim út ævina, segir dýralæknir. Mikilvægt að dýraeigendur geri ráðstafanir fyrir áramót. Gott kvöld. Forsætisráðherra segir að staða mennta- og barnamálaráðherra skýrist á allra næstu dögum. Það sé ekki ákjósanlegt að sami ráðherra gegni 3 veigamiklum embættum til lengri tíma. Það voru prúðbúnir ráðherrar sem mættu til hefðbundins ríkisráðsfundar á Bessastöðum í dag. Rétt rúmlega ár síðan ríkisstjórnin tók við völdum og segjast formenn flokkana sem að henni standa ánægðir með afraksturinn hingað til. Já, ég er mjög ánægð með þetta fyrsta ár ríkisstjórnarinnar. Við höfum náð að klára heilmikið sem var í stjórnarsáttmálanum á sviði velferðarmála og húsnæðismála og svona fleiri krítiska þætti sem snúa ríkisfjármálunum. Auðvitað hefði maður vilja sjá suma hluti öðruvísi og jafnvel enn betri en það gríðastór skref sem hafa verið tekin á þessu ári. Við erum búin að fara úr stöðnun yfir í bjartari framtíð og ríkisstjórn sem óhrætt að taka ákvarðanir þó þess kunna vera óvinsælar til lengri tíma, þá framtíðin mjög björt. Og mér finnst hún hafa sýnt á að sanna að hún raunveruleg verkstjórn og hvert málið á fætur öðru hefur fengið að verða að lögum núna fyrir jólin og ég held að enginn hafi mistað því. Ráðherrarnir við ríkisráðsborðið voru öllu færri en vanalega. Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra, í barneignarleyfi og Guðmundur Ingi Kristinsson, mennta- og barnamálaráðherra, í veikindaleyfi. Inga Sæland staðgengill þeirra beggja og var jafnvel búist við að nýr ráðherra Flokks fólksins yrði kynntur til leiks á ríkisráðsfundinum. Forsætisráðherra segir það ekki ákjósanlegt til lengri tíma að einn og sami ráðherra gegni 3 embættum. Já, það liggur fyrir í tilviki innviðaráðherra. Hann kemur aftur tilbaka mánaðamótin janúar-febrúar og við munum bara brúa það bil. Mér finnst bara fullkomlega eðlilegt að hann taki sér nokkra vikur með eiginkonu sinni erlendis og barnsmóður. En ég auðvitað veit ekki nákvæmlega stöðuna á mennta- og barnamálaráðherra. Hann tiltölulega nýútskrifaður af sjúkrahúsi og svo þurfum við bara að taka stöðuna núna næstu. Hvað ásættanlegur tími í svona fjarveru? Ég er ekki með neina uppskrift af því. Auðvitað gera hlutirnir í lífinu líka hjá ráðherrum og við þurfum að hafa sveigjanleika til að bregðast við því. En ég skila að fólk sé með þessa spurninga. Það þarf að vera ákveðin festa í ríkisstjórninni og þetta er bara eitthvað sem við munum komast betur að núna allar næstu dögum. Þjóðarpúls Gallup sem RÚV birti í gær sýnir að fylgi Flokks fólksins og Viðreisnar hefur dalað allnokkuð frá kosningum. Leiðtogar þeirra segast þó ekki hafa áhyggjur af því. Það sem ég hef ekki áhyggjur af styrk staða ríkisstjórnarinnar. Þetta einsdæmi núna ár eftir kosningar að staða hennar skuli vera sterk og það gott að minnstakosti einn stjórnarflokkurinn græðir á því. Við í Viðreisn við erum mikilvægur stólpi innan þessar ríkisstjórnar og erum óhrætt eins og ég segi við að taka erfiðar ákvarðanir. Það fylgir því að vera í pólitík og eins og ég segi við vinnum vel saman og það er gott að vera í þessari stjórn. Nei, ég hef engar áhyggjur. Ég tel að fólki okkar muni bara alveg sannarlega sjá það að við erum að standa við okkar fyrirheit, hugsjórun okkar heldur áfram að blómstra og verkin okkar halda áfram að tala. Þeir sem selja erlendum ferðamönnum gistingu verða varir við samdrátt og minni spennu í bókunum. Mönnum líst ekki alveg á blikuna, segir einn þeirra. Fjöldi hótelherbergja hefur tvöfaldast á 10 árum, alls staðar á landinu, nema á Austfjörðum og á höfuðborgarsvæðinu og hér á Suðurlandi finnur fólk fyrir samdrætti en telja hann ekki vera mikinn en sem komið er. Við finnum nú alveg fyrir því að það aðeins minna núna. Það eru 9 ár síðan að við opnum hér og það hefur svona alltaf verið mjög þétt allt árið. Þannig að þetta er svona kannski fyrsti veturinn sem við erum inn í sem að
maður finnur fyrir svolítið slaka. Við höfum kannski aðeins svona upplifað svona aðeins minni lausatrafík eins og við segjum, en bókunarstaðan svona fyrstu mánuðina bara nokkuð svipuð eins og hún var í fyrra. Það hefur verið aðeins minni spenna á markaðnum en hefur verið. Við getum alveg tekið undir það. Íslendingar sækja líka á nokkuð í gistingu á Hótel Selfoss því þar eru haldnar ráðstefnur, ásatíðir og fleira. Nýjustu tölur hótelgistingu frá því í október sýna 2,3% fækkun eða 13.000 færri gistinætur. 141.000 færri erlendir farþegar flugu frá Keflavíkurflugvelli í nóvember með því í fyrra og munar þar 13%. Haraldur og Helga Jóhanna Úlfarsdóttir reka gistingu í 8 litlum húsum á Hraunvöllum á Skeiðum, 20 kilometrum austur af Selfossi. Maður heyrir svona skjálfta í mönnum, mörgum líst kannski ekki alveg á blikun. Það áþreifanlegt hvað ferðaheildsölum finnst orðið erfiðar að selja Ísland og þá kannski sérstaklega vegna mikillar markaðssetningar annarra landa, en þá heyrist kannski lítið frá Íslandi. Aðrir neikvæðir þættir eru sterk króna og kílómetragjald sem bílaleigur telja hafi verið sett á með ofskömmum fyrirvara. Björgun segir að Noregur hafi til dæmis unnið í samkeppninu við Ísland norðurljósaferðir. Það hefur ekki verið bætt í fjármagn í markaðssetningu erlendis til þess að kynna landið að neinu viti síðustu árin. Við erum að horfa upp á hina þjóðirnar með margfaldar upphæðir sem við erum að setja. Ferðamönnum hefur ekki fjölgað síðustu 7 ár. Því skiptu öllu að missa ekki dampinn og verja fé í markaðssetningu. Ég held að ef við færum að horfa fram á samdrátt í ferðaþjónustu, þá það fljótt að hafa mikil áhrif á ríkiskassan og þá menn fljótir að bregðast við og spýta í, sko. Velkomin Pétur Þ. Óskarsson, framkvæmdastjóri Íslandsstofu. Hversu mikill þessi samdráttur? Okkur sýnist að þetta ár verði á pari við síðasta ár í heildinatalið. En það sem áhyggjuefni og kom fram í fréttinni hér á undan að við erum að sjá samdrátt í þeim mánuðum sem við viljum ekki sjá samdrátt í. Við sáum samdrátt á fyrstu 3 mánuðum ársins og svo sáum við samdrátt núna í október og nóvember og í nóvember var hann 13%. Þar á meðal frá okkar 2 mikilvægustu mörkuðum var hann 16% á Bandaríkjunum og yfir 30% á Bretlandi. Þannig að þessi árstíðasveifla sem skiptir öllu máli í ferðaþjónustu, hún því miður í fyrsta sinn í 10 ár að þróast á neikvæðan hátt hjá okkur. Sko þeir sem talaðu við hérna áðan og eins framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar sagði hérna daginn, þeir segja að Ísland sé að verða undir í samkeppninni við önnur lönd. Hvað hægt að gera í því? Við vorum í viðvarandi neytendamarkaðssetningu hérna árunum 2010 til 2022 og á þeim tíma þróaðist ferðaþjónustan á mjög jákvæðan hátt hvað það varðar sem ég nefndi áðan árstíðasveiflu og annað þess háttar. Og við sjáum það að löndin í kringum okkur, þau eru að bæta í beina samkeppni við okkur til dæmis norðurljósaferðir og annað þess háttar. Þannig að það sem hefur gerst það að við höfum í raun og veru farið út af markaðnum í 2,5 ár, þar að segja Ísland, en fyrirtækin í greinina hafa auðvitað staðið sig feikilega vel í að markaðssetja landið og svo framvegis, en þessi þáttur sem ímyndar uppbyggingin og svona þessi almenna markaðssetning, hún hefur ekki verið í gangi hjá okkur í sama mæli og hjá öðrum löndum og ekki í sama mæli og var áður eins og fyrir ár. Við höfum áður spýtt vel í lófana til dæmis eftir gosið í Eyjafjallajökli og nú síðast eftir kórónuveirufaraldurinn. Eru til peningar til að ráðast í svona herferð aftur? Það auðvitað alltaf ákvörðun fjárveitingavaldsins og stjórnvalda hvort að þau telji að góða nýtingu fjárfesta í markaðssetningu. Því það það sem að markaðssetning hún fjárfesting. Hún fjárfesting til þess að annars vegar að verja núverandi tekjur eða auka þær tekjur sem við höfum að ferðaþjónustunni. Og þar svo sannarlega eftir allnokkrar slægjast, á síðasta ári voru útflutningstekjur af ferðaþjónustu 620 milljarðar króna. Já, akkurat. Takk fyrir komuna hingað í myndir, Pétur Óskarsson. Takk. Stjórnvöld í Rússlandi ætla ekki að leggja fram neinar sannanir fyrir umfangsmikilli drónaárás á heimili Pútíns sem þau saka Úkraínumenn Rússneskir fjölmiðlar hafa eftir nágrönnum forsetans að þeir hafi ekki orðið varir við hina meintu árás. Utanríkisráðherra Rússlands sakaði Úkraínumenn í gær að hafa skotið yfir 90 árásardrónum að setri Pútíns Rússlandsforseta í Novgorod héraði aðfaranótt mánudags. Stjórnvöld í Úkraínu neita þessum ásökunum og gagnrýna að Rússar hafa ekki lagt neinar sannanir fram. Talsmaður rússneskra stjórnvalda segir að loftvarnakerfi hafi gripið sprengjurnar og að ekki standi til að leggja sannanir fram.
Rússar segja engan hafa særst og að engar skemmdir hafi orðið. Но что касается обломков, то здесь я не могу сказать, это скорее естественно, это тема для наших военных. Það sagði Peskov að vegna árásarinnar ætli Rússar að herða afstöðu sína í samningaviðræðum stríðslok í Úkraínu. Utanríkisráðherrann sagði þó ekki ætla snúa baki við frekari viðræðum. Zelenski Úkraínuforseti segir ásakanir rússneskra stjórnvalda ekki koma á óvart. Þau beiti hinum meintu árásum sem fyrirslætti til að geta haldið stríðsrekstri sínum áfram og spillt fyrir viðræðum stríðslok. Þessar árásir á setur Pútins eiga að hafa verið gerðar stuttu eftir fund Zelenskis með Trump Bandaríkjaforseta á Flórída í fyrradag. І зрозуміло, що для русських, якщо у нас з Америкою немає скандалу, а ми маємо прогрес, для них це провал, тому що вони не хочуть закінчити цю війну. Rússneskir fjölmiðlar hafa eftir nágrönnum Pútins að þeir hafi hvorki séð né heyrt nein merki árásir aðfaranótt mánudags. Þá hafi þeir ekki fengið send textaskilaboð yfirvofandi hættu. Guðmundur Fylkisson lögreglumaður er manneskja ársins 2025. Hann hefur sérhæft sig í að leita að týndum börnum í meira en áratug. Það er kannski vont að vera að fá tilnefningu fyrir eitthvað sem aðrir er að þjást fyrir og kerfið er að bregðast. En ég er náttúrulega að fá tilnefningu fyrir að vinna vinnuna mína sem er þá að aðstoða barnaverndaryfirvöld og foreldra við að finna börnin sín eða börn sem skila sér ekki heim. Bíllinn er minn aðalvinnustaður og vinna mín fer mestmegnis fram í honum. Ég held við séum keyra eitthvað staðar í kringum 35.000 kílómetra á ári. Guðmundur hefur leitað að 390 börnum í ár. Meðaltal síðustu 10 ára eru 210 börn á ári. En krakkarnir, einstaklingarnir á bakvið þetta eru svona frá 60 upp í 100. Þau eru kannski 10, 12 sem ég er að leita að kannski 4 sinnum og svo upp í kannski 20-30 sinnum á ári. Úr hópnum mínu sem þeir fann að telja hátt í 600 einstaklinga eru 11 látin, þar á 2 þeirra undir 18 ára aldri. Hann segir flest börnin eiga það sammerkt að hafa orðið fyrir tengslarofi og eða áföllum og sumir í neyslu. Þau eru frá 11 ára sem er það yngsta sem ég hef verið að leita að og síðan bara kortir í það að verða 18 ára. Ég er bara að fá þau þarna í það sem eitthvað mikið er búið að ganga á í eitthvað tíma áður og jafnvel í mörg ár. En hvar finnur þau? Strætóstoppistöðum núna síðustu árin, niður í bæ, út allt. Það er sára sjaldan sem það gerist og maður er að finna þau. Það gerist vissulega þegar þau eru í bílakjöllurum þá eða hjólageymslum eða eitthvað slíku. En það er undantekningar. Börnin hafa sum strokið úr meðferðarúrræðum og eða ekkert til þeirra spurst í óeðlilega langan tíma þegar Guðmundur er kallaður út. Lengsta tilfelli sem ég man eftir voru held ég 16 dagar en krakkinn hafði alltaf látið vita af sér en ekki skila sér heim. Í einhverjum tilfellunum vilja þau ekki fara heim og þá þarf bara að taka samtali við barnavernd og foreldra það hvort að þau þurfi kannski að fá að hvíla sig eina nótt þá til dæmis upp á Stuðlum. Það hefur sýnt sig að þegar eitthvað kemur upp á og eða til dæmis það er brotið á barni eða einstakling og hann getur ekki sagt neinu frá því, talað það við neinn, að þá grefur sig svona nullungur í hjartanu og það getur endað illa. Tekur þið ekki á? Það gerir það en ég er stöðugt að fá eins og maður segir, jákvæða endurgjöf frá krakkunum sjálfur. Annars vegar með þau eru ung og tala nú ekki þegar þau síðan eldast og eru búin að finna fjöluna sína. Og síðan til dæmis eins og þetta villi, þar sem að stór hluti samfélagsins tekur sig til og klappar mann á baki. Það er bara það sem verður til þess að maður endist í þessu. Eitt mesta bankarán í Þýskalandi í seinni tíð var framið í Gelsenkirchen í gær. Þjófar boruðu gat á vegg á skrifstofu í bankanum og komust þaðan í hvelfingu með öryggishólfum viðskiptavina. Þeir stálu úr yfir 3000 hólfum, tugum milljóna evra í reiðufé, gulli og skartgripum. Þjófarnir eru enn ófundnir,
Viðskiptavinir söfnuðust saman við bankann í dag. Ich habe hier komplett meine Ersparnisse hier am Verbrauch und hier angelegt. Ich bin Arbeiter. Sogar Netto, Lidl, Aldi, die haben Bewegungsmelder, Alarmanlagen. Wir reden hier von Sparkasse. Ne, wir reden hier von Sparkasse. Während andere essen, haben die anderen unser ganzes A und O geklaut. Also meine ganze Familie ist davon betroffen. Meine Kollegen sind davon betroffen. Meine Nachbarn, alle. 70% þjóðarinnar eru hlynnt í að samfélagsmiðlar verði bannaðir börnum yngri en 16 ára á Íslandi. 12% eru andvíg samfélagsmiðlabanni og 18% eru hvorki með né á móti samkvæmt nýrri könnun Prósents. Bann við því að börn yngri en 16 ára noti samfélagsmiðla tók nýverið gildi í Ástralíu og stjórnvöld í Noregi ætla á næstunni að setja 15 ára aldurstakmark á samfélagsmiðla. Meirihluti Norðmanna styður bannið en skiptar skoðanir eru á meðal ungmenna. Óljóst hvenær bannið tekur gildi. Fyrst þarf að skera úr því hvað telst til samfélagsmiðla. Bannið á ekki að ná til tölvuleikja eða samskiptaforrita í skólum. Jos joku TikTok ja WhatsApp ja Snapchat kaikki on sama, niin mun mielestä on vähän hassu, kun mulla on WhatsApp, mutta mä käytän sen vaan mun mummon ja papan kanssa lähetään tekstiviestejä. Eftir að bannið tekur gildi þarf auðkennisapp í líkingu við rafræn skilríki til að komast inn á samfélagsmiðla í Noregi. En debatt som kan oppleves kontroversiell, men vi nødt til å gjøre det vi kan for å beskytte barna, og da vi nødt til å ha kontroll og ikke miste kontrollen over det som skjer og påvirker våre barn også etter skoletid. Markmiðið með banninu að vernda andlega heilsu barna, hindra að auglýsingum sé beint að þeim og að fullorðnir geti síður nálgast þau á netinu með illt í huga. Meirihluti Norðmanna styður bannið. Svipaða reglur eru til skoðunar víða í ríkjum Evrópu. Á dögunum tók gildi bann við samfélagsmiðlanotkun barna yngri en 16 ára í Ástralíu. Gæludýrin mega ekki gleymast áramótin. Dýralæknir segir nauðsynlegt að gæludýraeigendur geri viðeigandi ráðstafanir. Flugeldar og hávaðinn sem þeim fylgir geta valdið vanlíðan og hræðslu sem getur fylgt dýrunum út ævina. Áramótin eru handan við hornið og margir hlakka eflaust mikið til að kveðja árið með því að skjóta upp litríkum flugeldum með tilherrandi hvellum og ljósadýrð á himni. Þá eru ekki allir sem þola slíkt. Þetta mjög erfiður tími fyrir öll dýr og gæludýrin sem eru mikið hjá okkur, þau verða fyrir töluverðum áhrifum. En nú erum við líka komið með hestafólk í mikið návígi og það getur verið bæði mjög erfiður tími og hættulegur. En hvernig getum við hugað að dýrunum okkar og undirbúið þau sem best? Á heimasíðu Matvælastofnunar má finna góð ráð og leiðbeiningar. Hundaeigendur ættu að huga að því að fara út með sína kvitta dálítið snemma að deginum til að reyna að koma í veg fyrir að þeir heyri mikið af óvæntum hvellum. En aðalatriðið auðvitað að þeir séu vel og tryggilega festir og í taumi af því það vill enginn týna besta vini sínum á gamlárskvöld. Hestafólk ráðlegt að gefa hestum sínum vel áður en herlegheitin hefjast. Kveikja ljósin og kveikja jafnvel á útvarpi og spila það svolítið hátt til þess að deyfa helstu sprengi hljóðin. Ef hestar eru á útigangi eða annar búfénaður, þá ráðlegt að þau séu á svæðum sem þau þekkja vel með nægt fóður. Og svo eru það heimiliskettirnir, mæltir með að reyna að hafa þá innandyra í rými þar sem þeim líður vel með ljósin kveikt og dregið fyrir gluggana. Almenn notkun flugelda leyfð dagana 28. desember fram til 7. janúar frá 10 á morgnana til 10 á kvöldin og svo alla nýjársnótt. Þóra segir að hávaðinn og þær aðstæður sem skapist gjarnan í kringum áramótin geti haft ófyrirsjáanleg áhrif á dýrin og vakið hjá þeim ótta sem geti fylgt þeim út ævina. Við biðlum eindregið til almennings að sýna tillitssemi. Við erum í samfélagi sem verðum að taka tillit til hvors annars. Þannig að virða skottímann, það mjög mikilvægt. Þannig að allir viti á hverju þeir eiga von. Og við höldum okkur við áramótin. Landsmenn eru eflaust margir hverjir farnir að velta fyrir sig hvernig viðrar á morgun gamlársdag. Erla María Davíðsdóttir fréttamaður á Veðurstofu Íslands. Erla, hvernig lítur þetta út? Já, þetta stóra spurningin sem að margir eru eflaust að velta fyrir sig og hjá mér maður sem betur til þess fallin en ég. Kannski að segja okkur frá því, en Óli Þór Árnason, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands. Óli, hvernig spáin á morgun svona fyrir skotglaða og þá sem vilja fara á brennur?
Hún nú eiginlega bara með allra besta móti. Það kannski helst þá fyrir austan þar sem að verður svolítið strekkingur og gæti verið smá él við ströndina en líklega þó ekki. Það mjög lítið að sjá í spánum með úrkomu en nánast annars þar á landinu verður vindur hægur og það verður bjart yfir. Varla kannski létt skýjað, það verður líklega einhver smá háskýjabreiða en það engin flugeldar sem drífa upp til hennar þannig að það ætti að sjást mjög vel til flugeldana. Þannig að það verður svona talsvert stilla svona víða land. Þýðir það að landsmenn verði varir mikið við svifryksmengun? Staðbundi getur það orðið töluvert, já. Sérstaklega í svona stærri bæjarfélögum og eins og hér á höfuðborgarsvæðinu. Vindur verður mjög hægur þannig að það gæti alveg lagst niður reykur tíma og orðið bara tiltölulega lítið skyggni inn á milli en vonandi verður vindurinn nægur til að blása sig burtu. Þannig að landsmenn geta kannski bara átt vona því að þurfa kannski ekki verið eins vel klæddir og oft áður eða hvað? Já, hiti verður nú komið niður undir frostmark víðast hvar en í svona hægum vindi að þá kannski finnur mann ekki svo mikið fyrir því þannig að það almennt bara að vera nokkuð vel klæddur en helst ekki í flísfatnaði því að hann búinn til úr plasti og plasti búið til úr olíu þannig að hann eldfimur. Þannig að þetta bara útlit fyrir bara nokkuð þokkalegu veður á morgun? Já, þetta með svona allra besta móti svona eins og útlitið núna, já. Takk fyrir þetta, Óli Þór og skildu landsmenn ætla að kaupa flugelda. Við fórum á stúfana í dag bæði hér í Reykjavík og Akureyri og spurðum svona fólk á förnum vegi sem var í innkaupum fyrir gamlárskvöld. Við erum mjög mikið áramóta fólk og bara sprengjum alveg fullt. Hefur einhver að mynda því hvað þetta kostar svona inn á þitt heimili, cirka? Við höfum bara svona miða við eins og einn fjölskyldupakka og kannski eins og eina tertu eða eitthvað. Sko það nefnilega ekkert mikið, við erum í skátunum svo það fá alltaf einhverjir frá skátunum en við erum bara að taka hann trolla eða eitthvað svona fjölskyldupakka sem ekkert rosalega mikið. Ég held að sé eitthvað 12-13 skall í bara svona lítinn fjölskyldupakka fyrir krakkana. Það eru náttúrulega yfirleitt svona 3-4 heimili sem koma saman heima hjá okkur sko. Það eitthvað, það örugglega heildina nála 200 skall í þá öllum sko. Já, svolítið. Hvað ertu að kaupa mikið? Já, svona 50.000 eitthvað svoleiðis, ég er ekki búinn að því sko. Já, pabbi, hann kaupir alveg helling af flugeldum. Þú segir pabbi þinn kaupir, hefur eitthvað að mynda hvað hann kaupir mikið? Er þetta ógurlegir peningar sem að fara í þetta? Já, ég get allan orðað hann finnst gaman að styrkja björgunarsveitirnar, þannig að já. Ég styrki björgunarsveitina heim í Ólafsfirði og ég styrki hana með því að kaupa bara svona sprota. Nei. Ekkert einasta? Læt aðra það. Ertu þeim megin að finnast eiga að vera minna sprengt áramótin eða meira eða hvað? Finnst það bara allt í lagi. Ekkert af því. En þú ekki viljað fara sjálfur og kaupa? Nei, ég nefnilega með hund og hann verður brjálaður. Kannski 30-50.000 sem tekið nú kannski ekki eitthvað svakalegt sko. Það bara tertur og svona, bara eitthvað einfalt. En sko nú eru sumir sem að finnst bara orðið allt of mikið að látum og mengun og eitthvað í kringum þetta og aðrir sem vilja bara meira. Hvoru megin svona myndið þið segja að þið værið? Ég vil alltaf meira, meiri læti og meiri sýningu, ég bara þannig. Ég held við séum nú alveg að sprengja nóg. En mér finnst þetta fínt svona einu svona á árið sko. Þá myndi ég vilja hafa þetta þannig að það væri, við treystum bara björgunarsveita fólki fyrir þessu og það hefði bara svona eins og 4-5 sýningar borgina. Það bara hægt af þessu og svo eigum við bara ekki vera að menga svona. Ég held að þetta sé allt í lagi. Þetta einu svona ári sem við sprengjum svona og það kemur svona slæmt í loftið út af þessu en við ráðum við það. Mér finnst þurfa mikinn háva og svona finna fyrir því hér. Alveg bara svona nötri. Tímamót urðu í póstþjónustu í Danmörku í dag þegar síðasta bréfið á vegum ríkisfyrirtækisins PostNord var borið út. Einkafyrirtæki tekur við keflinu. Ríkisfyrirtækið var stofnað fyrir 400 árum og hefur síðan þá komið bréfum manna á milli í Danmörku. Síðustu ár hefur bréfunum snarfækkað og því hægt að bjóða upp á þessa þjónustu. Og nu er vi kommet til det punkt, hvor det simpelthen ikke kan betale sig at opretholde sådan et distributionssystem længere. Det markerer jo også, at danskerne blevet meget mere digitale. Hvornår har du sidst sendt et brev egentlig? Det over 10 år siden. Ja, hvor mange brev sender du sådan i løbet af et år? Det nok lige med 0. Det jo ikke alle, der har computer. Jeg har ikke, og jeg vil heller ikke have det. Danir sem enn senda bréf þurfa þó ekki að örvænta því að fyrirtæki DAO býður upp á bréfasendingar bæði innanlands og til útlanda. Så har vi sådan en flot
rød postkasse, men i stedet for Post Danmark, så står der så Dao på den. Vi har delt breve ud i mange år. Vi er gode til det, og det bliver bare mere af det samme. Brian hefur starfað við póstburð hjá PostNord í aldarfjórðung og bar í dag út sitt síðasta bréf til Post- og fjarskiptasafns Danmerkur. Nu kommer du på museum. Fantastisk. Þá skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttum. Besti skákmaður heims lék til úrslita í enn eitt skiptið á heimsmeistarmótinu í hraðskák í dag og yngsti stórmeistari Íslands var nokkuð ánægður með eigin frammistöðu. Og ég get ekki beðið eftir að mæta þarna næsta ári með þessa reynslu að baki og standa með ennþá betur. Og við fáum að kíkja á æfingu hjá Degi Benediktsinni, skíðagöngukappa sem stefnir á vetrarólympíuleikana. Þeir hafa verið markmið síðan ég var lítill. Þetta er eitthvað sem að örugglega flest allir íþróttamenn stefna á. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Forsætisráðherra segir ekki ákjósanlegt að einn ráðherra gegni 3 ráðherraembættum samtímis. Hún segir ráðherramál skýrast á allra næstu dögum. Ríkisráð kom saman á Bessastöðum í dag. Rússnesk stjórnvöld ætla að herða afstöðu sína til viðræðna stríðslok í Úkraínu. Þau saka Úkraínumenn árás á heimili Pútíns. Zelenski segir ásakanirnar fyrirslátt. Hótelstjórar segja vetrarbókanir ferðamanna hafa dregist saman í fyrsta sinn í mörg ár. Þeir hvetja til þess að meira fé verði varið í landkynningu. Maður ársins hefur fundið 600 týnd börn á síðustu 10 árum. Hann segir þau flest eiga það sammerkt að hafa orðið fyrir áföllum eða tengslarofi. Flugeldar geta valdið gæludýrum mikilli vanlíðan og hræðslu sem getur fyllt þeim út ævina, segir dýralæknir. Mikilvægt er að dýraeigendur geri ráðstafanir fyrir áramót. Þessum fréttatíma er að ljúka, komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. Við verðum fyrr á ferðinni á morgun gamlársdag klukkan 1 eftir hádegi. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl.